Hvernig verður mjólkin til? Allavega ekki í búðarhillunni. En í dag er þetta öfugt. Það eru kýrnar sem framleiða nærri alla mjólk sem við nýtum. Kíkjum inn í nokkur nútíma fjós og eftir það skoðum við hvernig ær og geitur eru mjólkaðar. Upphafið er þannig að bóndinn handmjólkaði kúna. Það er enn hægt að gera það í dag en það er ekki leyfilegt þegar bóndinn ætlar að selja mjólkina og það er vegna hreinlætisaðstæðna. Þarna sést hvernig kýr er handmjólkuð. Það er togað og kreist og þá bunar mjólkin út spennan og niður í fötuna. Þetta er mjög líkt því sem að kálfurinn gerir þegar hann sígur. Mjög lík hreyfing. Básafjós og rörmjóltakerfi algengasta lausnin í marga áratugi. Glærarörið á myndinni er fyrir mjólkina úr kúnni og í tankinn. Hitt rörið er fyrir loft sem að myndar sog fyrir mjaltavélina. Það byrjaði á því að þvo hverja kú og einn klútur fyrir hverja kú þannig að það smitist nú ekkert á milli. Allir spenar þvegnir vel og vandlega og svo er tekin ein buna úr hverjum spena eða fleiri bunur, jafnvel, til þess að opna spenan og sjá hvort að mjólkin er í lagi. Þarna eru mjaltatækin sett á. Þetta eru hylki sem mynda sog. Það er sogað og kreist í rauninni. Líkt mjög vel eftir því hvernig kálfurinn sígur. Þarna sést mjólkin farin að streyma þarna oní. Svo fer hún upp í gegnum slöngu og upp í glærarörið sem við sáum áðan. Þaðan yfir í mjólkurtankin. En á leiðinni fer mjólkin líka í gegnum sigti. Það sést hvað kúnni líður vel þarna. Henni líður mjög vel þegar hún er mjólkuð. Kálfarnir þarna fyrir framan hana. Næst sjáum við lausugöngufjós með mjaltagrifju. Mjaltagrifjan sparar tíma og erfiði og safnar mjólkurgögnum hverja kú. Dæmið hér er Breiðileggur á Barðaströnd og þar er líka búin til ís úr mjólkinni á bænum. Nú er verið að undirbúa mjaltabásinn fyrir mjaltir. Öll tækin voru í svona þvottastatífi af því það er sjálfvirk mjaltakerfis þvottavél sem að það er þetta allt saman að innan. Nú er verið að undirbúa mjaltirnar. Skóla fleyta gólfið, þá er auðveldara að þrífa það eftir. Nú er þetta að vera klart. Þá getum við farið að opna fyrir kúnum. Eftir hún kúpa. Þú verður fyrst. Svo raða þessi hér. Hvoru megin. Megin, segðu. Nú eru komnar 10 kýrin, 5 hvoru megin. Raða sér svona. Það þarf að þvo júrin og spenna sérstaklega vel. Volgri tusku. Þú er að þvo öllum kúnum. Það tekjum svona pröfubuna til að sjá hvort að mjólkin sé ekki örugglega í góðu lagi.
hún sett á. Svo að segja þá hver júgurhluti bara sér. Þannig að mjólkin getur verið mismunandi milli hvers hluta. Nú ætlum við að mæla svolítið. Mæla frumutöluna í mjólkinni. Setjum við smá mjólk. Setjum svona bláan vökva úti. Þetta sem sagt mælir hvítu blóðkornin sem gefur til kynna hvort það sé einhver sýking eða ekki. Það á alltaf að vera mjög þurrt og einsleitt. Það er mjög hátt á orðum. Ef að frumutölunar há, sem sagt að mikið af hvítum blóðkornum, þá sem sagt verður þetta þykkara, það er aðeins þykkara hérna. Jógúrt. Já, það verður þykkt svona eins og jógúrt. Þá mjólkum við það bara svona sér, setjum það ekki í tankinn. Þetta er bara allt í lagi. Síðan er tækinn sett á. Tækinu er sog sem að sogar spenann saman. Svona í taktföstum hreyfingum. Mjólkin sogast hérna í rör sem fer síðan hérna í tank, dælist svo hérna upp og yfir í mjólkurhúsið. Mjólkurtank sem kælir mjólkina niður. Tæki líkir eftir hreyfingum þegar sperinn er kristur, hann kristir utanum, byrjar hægt og lítið. Og svo eykst hraðinn þegar flæðið eykst úr kúnni. Júra er í rauninni 4 alveg aðskildir júgurhlutar, þannig að mjólkin getur verið mismunandi í hverjum júgurhluta og þau getur klárast mishratt úr þeim. Getur verið mismikið í þeim. Þá getur þurft að setja svona tappa, þannig að sogið sé ekki að pirra hana, ángra hana hérna. Getur valdið henni óþægindum ef það er að sogast og það kemur engin mjólk. Þessar eru komnir 10 kíló eða 10 lítrar. Það er eins og 10 mjólkurfernur. Sogið helst jafnt og þétt þar til að flæðið úr kúnni, mjólkurflæðið minnkar. Þá hægir á soginu, hægist á taktinum og svo lokum fer tækið að sjálfur sér af. Nú er þessa klára. Mjöldirnar setjum við spenasprey eða júgurfeiti. Spenasprey setjum við á morgnana, júgurfeitin á kvöldin. Sótrensandi efni í þessu sem heldur líka spenanum mjúkum. Nú eru þessar búnar að mjólkast þennan morguninn. Þá opnum við fyrir þeim. Rjúpa mín, farðu nú fram, fáðu þér að éta. Hérna í tölvunni getum við fylgst með. Þetta er númer kúnnar. Í tækinu er vikt hérna sem viktar. Það er komið mikið mjólk. Þegar flæðið er mikið, þá er nuddið eða sogið takst fastara
hraðar. Og svo hægir á því aftur þegar flæðið minnkar. Við getum fylgst með flæðinu hér. Það er komin í 14,2 kíló, sem er sambærilegt 14,2 lítra úr þessari. Flæðið er 0,56 lítrar á mínútu núna. Hér er flæðið meira. Það er hraðar að koma úr henni. 2,53. Þess að búin að mjólkast, þá setjum við svona á þær júgursmeisk. Spenarnir haldist mjúkir og fínir. Auðvitað að þrífa þér líka og minni líkur á sýkingu. Nú með þess að fara. Það er að fá sér að éta eða leggjast á bás. Ok, við erum allir að hjálpast að. Hvað erum við nú að gera? F8 og Enter, þá fer þetta í þvottastadífið. Það eru tilbúið til að slökkva og fara í þvottinn. Núna sjáum við lausagöngu fjós sem er með mjaltaþjóni eða róbót. Róbótinn eða mjaltaþjónnin sér að mjólka kýrnar. Þær láta mjólka sig hvenær sem þeim hentar. Og þetta dæmi er frá Tannstaðabakka í Hrútafirði. Þessi kýr er að koma inn í mjaltir en hún er svolítið óörugg. Hún er mjög ung og hún er óvön því að láta mjólka sig þannig að hún hikar svolítið en hún fær tíma til þess að skoða sig og fær bara að ráða því hvað hún fer hratt inn. Þarna fann hún fóður, köggla sem henni finnst gott að fá sér að éta, þannig að hún er bara sátt. Og núna kemur armur þarna inn undir kúna sem byrjar á því að þvo spenana. Og sést með vel, þetta snýst svona og það er vatn sem kemur þarna í gegn, volt vatn. Og mjaltaþjónninn notar lasergeisla sem er nokkurs konar auga til þess að finna út hvar spenarnir eru. Þetta er algjörlega sjálfvirkt og þarf ekkert að kenna honum á kýrnar. Hann gerir þetta bara alveg sjálfur. Þarna sjást geislarnir mjög vel. Nú verður að miða út spenana og svo fara hylkin á eitt af öðru. Og mjaltaþjónninn líkir í rauninni eftir sogi kálfsins alveg eins og hinar mjaltavélarnar gera. Þarna er kýr á bakvið að forvitnast, já og fleiri en ein. Þær eru mjög afslappaðar og forvitnar. Ekki hræddar við mjaltaþjónninn, þó það heyrist í honum. Þarna eru smá mistök. Hylki fór ekki á spennan en þá reynir hann bara aftur og þá tekst það í næsta sinn.
Þarna sést frá hinni hliðinni sem er sem sagt fjósmegin. Enn ein kýrin komin í mjaltir. Og hún fær fóðurbæti sem henni líkar mjög vel á meðan hún er mjólkuð. Mjólkin rennur úr hylkjónum í svörtu slöngurnar og svo í þessar glæru slöngur. Rennur eftir þeim úr hverjum spena fyrir sig. Mjaltirnar taka mislangan tíma. Nú er búið úr einum spena af 4 og þá fer hylki bara af. Þetta sýnir flæðið úr kúnni, hvað er komið mikið úr hverjum spena, hvaða kýr er í mjöltum, hvað er hún búin að vera lengi mjólkandi og ýmislegt. Miklar upplýsingar sem er hægt að fá á þessum skjá. Enn er sama kýrin og nú er bara mjólk eftir í einum júgurhluta. En enn heldur mjaltaþjónninn samt áfram. Alveg þangað til öll mjólkin er búin og eftir mjaltirnar spreyjar mjaltaþjónninn jóðblöndu eða sóttreinsiblöndu og mýkjandi blöndu á spenana til þess að þeir haldist mjúkir og hreinir.